Nú það sagðar fréttir frá Suðurnesjum. Loftrýmisgæsla Atlantshafsbandalagsins við Ísland hófst fyrir stuttu síðan með komu flugsveitar bandaríska flughersins. Flugsveitin kemur frá Air National Guard í Westfield, Massachusetts. Alls munu 1500 liðsmenn taka þátt í verkefninu og til viðbótar starfsmenn frá stjórnstöð NATO í Uedem í Þýskalandi. Flugsveitin kom til landsins með 4 F-15C orrustuþotur og KC-135 eldsneytisbirgðaflugvél. Gert ráð fyrir aðflugsæfingum að varaflugvöllum á Akureyri og Egilsstöðum á tímabilinu 5. til 7. apríl. Verkefnið framkvæmt af starfsmönnum Landhelgisgæslu Íslands á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Minnihlutaflokkur sjálfstæðismanna í bæjarstjórn Reykjanesbæjar lagði fram bókun þess efnis á bæjarstjórnarfundi í vikunni að gerð verði krafa til ríkisins að stórum hluta söluverðmætis eigna á Ásbrú verði varið til uppbyggingar á nærþjónustu á svæðinu. Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur óskað eftir afstöðu Reykjanesbæjar til sölu á eignum á Ásbrúarsvæðinu. Ásbrú óðum að festa sig í sessi sem eitt af stærri hverfum Reykjanesbæjar. Reykjanesbær hefur byggt upp grunnskóla og 2 leikskóla á þessu svæði með tilheyrandi kostnaði og taka verður tillit til þess þegar fjármunum sem myndast í þróunarfélaginu verður úthlutað. Allur búnaður fyrir Kísilver United Silicon ásamt byggingarefni til að ljúka byggingu kísilversins kominn til Helguvíkur. Því var fagnað síðastliðinn föstudag og 90 dagar eru þar til framkvæmdum á að ljúka við byggingu kísilversins sem síðan hefur framleiðslu 15 dögum síðar. Magnús Garðarsson, framkvæmdastjóri United Silicon, sagðist vongóður á að tímaramminn muni standast nú þegar allt sem þarf til að ljúka byggingunni og uppsetningu verksmiðjunnar væri komið á framkvæmda stað. Nú vinna 205 starfsmenn að uppbyggingu kísilversins, auk 12 starfsmanna á skrifstofu United. Og að hinu kísilverinu í Helguvík eða væntanlegu vonast til að ljúka með fjármögnun kísilvers Thorsil í Helguvík fyrir apríllok. Þetta segir Hákon Björnsson, forstjóri Thorsil. Gangi það eftir sé vonast til að framkvæmdir af hálfu Thorsil geti hafist með haustinu og framkvæmda tími verði 2 ár. Fyrirtæki hefur 5 sinnum fengið frest til að hefja greiðslu gatnagerðargjalda, nú síðast til 15. maí. Rekstur Isavia gekk vel á árinu 2015 eins og undanfarin ár. Heildartekjur Isavia samstæðunnar á árinu námu 26 milljörðum króna sem aukningum 4 milljarða eða 18% frá árinu 2014. Rekstrar afkoma fyrir fjármagnsleiði nam 4 milljörðum króna og jókst 671 milljón milli ára, en aðalfundur félagsins var í síðustu viku. Frá stofnun Isavia hefur afkomu félagsins verið ráðstafað til uppbyggingar sem hefur verið gríðarlega mikil undanfarin ár. Ákvörðun að endurfjárfesta afkomu ársins í uppbyggingu og verðmætasköpun innan félagsins einkar vel til þess fallin að styðja enn frekar við vöxt ferðaþjónustunnar. Á annað 1000 manns störfuðu hjá Isavia og dótturfélögum í fyrra, langstærsti hluti þess í flugstöð Leifs Eiríkssonar. Menning og listir blómstra á Suðurnesjum þessar mundir. Leikfélag Keflavíkur og leikfélag Fjölbrautaskóla Suðurnesja frumsýndu leiksýninguna Eitt töfrateppi takk síðustu helgi. Viðtökurnar hafa verið mjög góðar og sýningar eru í frumleikhúsinu í Reykjanesbæ. Og þá í íþróttir. Úrslitakeppnin í Dóminósdeildinni í körfubolta í fullum gangi. 2 Suðurnesjalið eru enn í baráttunni titla, kvennalið Grindavíkur og karlalið Njarðvíkur. Suðurnesja krakkar hafa verið með nokkra yfirburði í skólahreysti mörg undanfarin ár. Undankeppni stendur nú yfir og nú komst lið Stóruvogaskóla í úrslit keppninnar í fyrsta sinn, en Holtaskóli í Keflavík hafði einnig tryggt sér þar inn. 12 skólar mætast í úrslitakeppninni 20. apríl næstkomandi. Holtaskóli hefur unnið 4 sinnum á síðustu 5 árum. Nú þegar vorið að kíkja til okkar ekki úr vegi að mæta með létta frétt úr golfheiminum, en að undanförnu hafa staðið yfir framkvæmdir á vegum vegagerðarinnar á Hólmsvelli í Leiru, golfvelli Golfklúbbs Suðurnesja. Við gerð sjóvarnargarðs við 4. braut, eina 350 metra. Formaður klúbbsins tók þessar drónamyndir sem fylgja fréttinni, en eins og sjá má setur grótgarðurinn mjög skemmtilegan svip á völlinn.